Forsætisráðherra Ísraels segist tilbúin í vopnahlé á Gaza ef gíslar verði frelsaðir. Ísraelsher drap yfir 80 manns í dag, þar af vikugamalt barn. Engin hjálpargögn hafa borist nauðstöddum. Rannsóknarnefnd samgönguslysa kallar eftir úttekt innviðaráðuneytis á hvernig mannvirkjum komið fyrir nálægt innsiglingum. Ekki var rétt gengið frá akkerisbúnaði togarans Hugins VE sem stórskemmdi vatnslögn til Eyja. Búvörulögin umdeildu standa að mati Hæstaréttar sem sneri við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í dag. Frumvarp að afnema lögin stendur óhaggað, segir atvinnuvegaráðherra. Slökkvilið í flestum landshlutum hafa verið kölluð út vegna gróðurelda undanfarnar vikur. Gróður er allstaðar skraufþurr enda hefur ekki komið dropi úr lofti í langan tíma. Eikarbáturinn Jón Forseti er orðinn fær í flestan sjó eftir miklar lagfæringar. Smiðurinn sem bjargaði bátnum frá glötun segist vissum að hann geti enst í fleiri hundruð ár. Komið þið sæl. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segist tilbúin í tímabundið vopnahlé á Gaza ef það tryggi frelsi gíslanna sem Hamas er með í haldi. Þetta sagði hann á blaðamannafundi nú fyrir stundum. Hann segir að vita sé fyrir víst að 20 gíslanna séu á lífi og að Ísrael myndi í lok þeirra sóknar sem nú stendur yfir ná fullri stjórn á Gaza. Þá sagðist hann einungis tilbúin að ljúka stríðinu ef Hamas legði niður vopn. Leiðtogar samtakanna yrðu reknir á brott og svæðið allt yrði gert vopnlaust. Minnst 82 voru drepnir í árásum Ísraelsmanna á Gaza í nótt, þar á meðal vikugamalt barn. Breskur skurðlæknir segir Gaza orðið að sláturhúsi. Við vörum við myndum sem fylgja þessari frétt. Ísraelsk stjórnvöld birtu í gærkvöld þessar myndir af hjálpargögnum við landamærastöðina Kerem Shalom á Gaza. Þó að eitthvað af gögnunum sé komið inn í Gaza, hafa þau verið föst í vöruhúsum því Ísraelsmenn heimila ekki dreifingu þeirra. Leyfi hafði fengist fyrir 100 vörubílum á dag með hjálpargögn. But even at that level, we would only be meeting about the very minimum of the population's food needs for the month. On the ground, the situation is growing more desperate. Ísraelskir aðgerðarsinnar hafa mætt við landamærastöðuna til að mótmæla að neyðaraðstoð sé send á Gaza og hafa lítið álit á íbúum héraðsins. All of them, all terrorists, killers, or supporters of terrorists. Even the babies? All of them. Í dag voru minnst 82 drepnir í árásum Ísraelsmanna á Gaza. Meðal þeirra voru þessi börn. Annað þeirra var 2 ára og barnið í rauða teppinu var aðeins 7 daga gamalt. Og ástandið hefur veruleg áhrif á fólkið á Gaza, sama hvar það er statt. Læknar starfa til að mynda án fullnægjandi búnaðar. What can you say? I mean, it's horrific. Gaza has become a slaughterhouse. That's what it is, it's a slaughterhouse. Ísraelski herinn hefur líka látið til sín taka á Vesturbakkanum. Þetta er í Jenin þar sem 20 erlendir embættismenn voru að kynna sér ástand mannúðarmála. Engan sakaði. Fjöldi vestrænna leiðtoga hefur fordæmt að embættismönnum hafi verið stefnt í hættu. Ísraelsmenn segja að þetta hafi verið viðvörunarskot eftir að embættismennirnir fóru út af samþykktri leið, en Palestínumenn segja að þetta hafi verið gert viljandi. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, vertu velkomin til okkar. Já, hvernig er staðan á hjálpargögnum UNICEF? Hún er óbreytt. Það eru engin hjálpargögn sem hafa borist íbúum Gaza þó að nokkur trukkar hafa fengið að fara inn á svæðið. Þannig að það sem ég heyrði miðjan dag í dag var að staðan væri óbreytt. En hvernig geta samtök eins og ykkar, geta þeim einhverjum hætti þrýst á eða beitt þrýstingi til þess að koma hjálpargögnum yfir landamærin? Nei, það er eins mikill þrýstingur og hægt er í gangi núna en hann er ekki nægur. Staðan er svo að við landamæri Gaza er núna nægur matur til þess að fæða 1 milljón manns í 4 mánuði. Inni á Gaza eru fjölskyldur að kaupa hluta af grænmeti, ekki einu svona heilt grænmeti, og foreldrar eru að sleppa því að borða til þess að gefa börnunum sínum að borða. Ég veit ekki hvernig þrýstingurinn verður meiri en þetta ástand sem er núna er bara ómennst.
En að ykkar mati hjá UNICEF, hvernig metið þið framhaldi? Hvað getur í rauninni, hvað getur gerst núna á allra næstu dögum til þess að breyta þessu? Það verður að opna fyrir neyðaraðstoð. Það þarf að opna meira en eina stöð. Það þarf að opna mörgum stöðum vegna þess að þú þarft að ná til svo margra á skammum tíma. Tími munaður sem að íbúar Gaza hafa ekki. Þannig að þetta þarf að gerast hratt en þetta þarf líka að gerast skipulega og ein stöð sem að hleypir einhverju inn sem nær ekki til íbúa Gaza, það engin breyting frá því sem áður var. Birna Þórarinsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk. Og meira þessu tengt því fjöldi fólks mótmælti við utanríkisráðuneytið í morgun, krafist að stjórnvöld slíti stjórnmálasambandi við Ísrael og beiti viðskiptaþvingunum. Við viljum að það séu farið alþjóðlegar aðgerðir, einfaldlega fara inn á Gaza. Ég meina það fullt af skipum hérna. Farið með skipin hérna, farið með Mars. Það eru lög sem að stjórnvöld þurfa að þess að fara að kveikja á en það eru, þau bera ríka ábyrgð í þjóðarmorði og verði ekkert aðhafst, verður hægt að sækja þetta fólk til saka. Allt siðferði hrunið hér á landi ef þessi stjórnvöld bara anskotast ekki út af völlin svo ég noti nú íþróttamál fyrir íþróttakonuna og fara að gera eitthvað að viti. Anskotastu út af völlin. Nú utanríkisráðherra segir að Evrópuþjóðir vinni við að skapa frekari þrýsting á Ísrael og bindur vonir við að gripið verði til viðskiptaþvingana. Komið með þetta samtal í dag er bara rétt áðan við Kaju Kallas, utanríkismálastjóra Evrópusambandsins og það sem hún var að fara yfir það, einhverju leyti flókið en það að nást samstæða meðal Evrópusambandsríkjana að stíga fasta til jarðar en það komið tími til að mínu mati þegar kemur að Ísrael. Ég fór hingað til Brussel að ræða meðal annars Gaza, ástandið á Gaza og skapa enn frekari þrýsting og tala þetta þannig að við ekki bara að tala þetta heldur en það verið gripið til aðgerða og ég vona að ef þetta verður þannig að við horfum upp á þessar miklu hörmungar og í rauninni þjóðernishreinsanir sem að eiga sér stað að þá verði gripið til enn harðari aðgerða og viðskiptahindrana og fleira. Og að öðru, helsta ástæða þess að akkeri togarans Hugins Vaffi rann út og stórskemmti innviði til Vestmannaeyja var ólæstur öryggislás. Rannsóknarnefnd samgönguslysa kallar eftir úttekt á hvort lögnum eða öðrum mannvirkjum sé komið fyrir í eða nálægt innsiglingum. Vatnslögn til Vestmannaeyja stórskemmdist á 300 metra kafla í innsiglingunni við Klettsnef þegar stjórnborðsakkeri úr togaranum Huginn Vaffi rann út í nóvember 2023. Þá slitnaði ljósleiðari. Rannsóknarnefnd sjóslysa skilaði skýrslu atvikið í dag. Það voru ekki rétt gengið frá akkeri skipsins. Það var öryggislás sem var svona helsta öryggið á akkerinu sem var búin að vera opinn í 6 vikur. Það svona kannski helsta ástæðan og auðsjálega búin að vera umgangur svæð. Bremsur hafi verið illa eða rangt hertar og skipstjórinn ekki vitað rétta lengd akkeriskeðjunnar. Hún á að vera 220 metrar, var eitthvað í kringum 120, þannig að hann áleitið akkerið væri ekki nálægt vatnslögninni. Þar hafi ákveðið samskiptaleysi haft áhrif. Við beindum þeim tilmælum til útgerðar að þeir gengi það að laga samskipti milli skipstjórnarmanna og útgerðar og samskiptir hann áhafnar. 3 skipverjar sættu sakamálarannsókn vegna málsins en lögregla felldi hana að endingu niður. Þetta engum að kenna, þetta bara óhöpp sem varð og menn hafa kannski ekki áttað sig á virkni þessara búnaðar og hvað hann skiptir miklu máli að lás sem heldur akkeriskeðju sé tryggilega festur. Rannsóknarnefndin vill að innviðaráðuneytið geri úttekt á lögnum og mannvirkjum í eða nálægt innsiglingum. Að það verði skoðað hvort það sé verið að koma mannvirki fyrir í siglingaleið skipa vegna þess að akkeri getur hvenær sem skip getur hvenær sem þurft að láta akkeri falla og þá ekkert spurt að því hvað á botninum ef skip eða áhöfn í hættu.
Hæstiréttur hefur úrskurðað að búvörulögin sem samþykkt voru á síðasta kjörtímabili skuli standa. Rétturinn snýr þar með við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem taldi of miklar breytingar hafa orðið á frumvarpinu frá því það var lagt fram og þar til það var samþykkt sem lög. Þær hefðu verið svo miklar að leggja hefði átt fram nýtt frumvarp. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að það sé ekki dómstóla að endurskoða pólitískt mati kjörinna fulltrúa, heldur eigi Alþingi að hafa víðtækt svigrúm. Magnús Geir Eyjólfsson, þú ert staddur niðri á Alþingi. Hvað þýðir þessi niðurstaða? Já, hún þýðir einfaldlega að lögin eins og Alþingi samþykkti á síðasta kjörtímabili, þau standa. Málið var náttúrulega umdeilt á síðasta kjörtímabili enda verið að undanskilja kjötafurðastöðvar samkeppnislögum. Nú fljótlega eftir að lögin voru samþykkt að fóru af stað sameiningar í greininni en þegar niðurstaða Héraðsdóms lá fyrir þá skrifaði Samkeppniseftirlitið kjötafurðastöðvunum bréf og fór fram á að allar slíkar aðgerðir skyldu stöðvaðar. En núna eftir dóm Hæstaréttar að þá eru kjötafurðastöðvar undanþegnar samkeppnislögum. En málinu ekki lokið því fyrir þinginu liggur frumvarp atvinnuvegaráðherra að afnema lögin. Þau bíða nú annarar umræðu. Við hittum ráðherra síðdegis í dag og spurðum hann út í niðurstöðuna. Hún segir að efnislega standi málið óhaggað enda hafi Hæstiréttur verið að fjalla með málsmeðferð Alþingis en ekki efnisatriði málsins. Það liggur því fyrir að það þarf að fara í breytingar til að bregðast við þessum alvarlegu athugasemdum sem komu fram við málið í kjölfar samþykktar þess á þingi fyrir ári síðan. Þar sem að það kann bara hafa mjög neikvæð áhrif á afkomu bænda og á hag neytenda. Þessi niðurstaða, geti hún þýtt að það verði erfiðara að koma málinu í gegnum þingi en ella? Það getur alveg gert það. Ég ætla þó að trúa því að góður meirihluti Alþingis sé sammála mér í því að það þýðir ekki að löggjafinn taki kippi ákvæðin samkeppnislaga svona snögglegu sambandi til að uppfylla þarfir einhvers afmarkaðs hóps. Heldur sé alltaf að hugsa hag heildarinnar. En Magnús Geir, hver hafa viðbrögðin við dómi Hæstaréttar verið? Nokkurn veginn bara eftir bókinni. Samkeppniseftirlitið sendi frá sér yfirlýsingu þar sem það brýndi Alþingi til að samþykkja frumvarp atvinnuvegaráðherra sem fyrst. Félag atvinnurekenda sama sinnis. Nú bændasamtökin, samtök iðnaðarins og samtök fyrirtæki í landbúnaði, þau fagna niðurstöðunni og vilja að lögin standi óhögguð. En nú málið á borði atvinnuveganefndar og í henni situr Jón Gunnarsson. Jón, svona fyrir ykkur í minnihlutanum, hvernig breytir þessi niðurstaða einhverju? Það fyrsta lagi gríðarlega mikilvægt að það skuli vera komið niðurstaða í málið og það skuli vera búið að hreinsa andrúmsloftið og staðfesta það að Alþingi vann bara vel að þessu máli á sínum tíma og fylgdi öllum málsmeðferðarreglum. Nú erum við með þarna málinni sem var sett fram til þess meðal annars að bregðast í héraðsdómi, það kemur fram og ég tel að það sé bara rétt í ljósi þess að það boðuð endurskoðun í haust að nú bara látum við máli liggja og reynum að slá á þennan ágreining og þá óvissu sem búin að vera, þetta búið að valda og leifum mönnum að vinna samkvæmt gildandi lögum og þá kemur endurskoðun í haust eins og ráðherra hefur boðað heildarendurskoðun en það eigum ekki alveg þessar óvissu. Það líka mjög sérstakt að sjá Samkeppniseftirlitið senda þinginu þau skilaboð að það sé að það fara að stýra hér löggjöf í landinu. Örstutt, þið vil ekki að málið fari í gegn á þessu vorþingi? Mér finnst það bara mjög óeðlilegt en það væri svo sem í anda ríkisstjórnarinnar alveg óvissu í atvinnuvegum landsins. Ég bara vona að menn sjá að sér í þeim efnum og menn komi á ákveðni ró á þessu sviði í bili. Takk fyrir það, Jón. Já, það stefnir í enn eitt málið sem mikið verið rætt og talað á Alþingi en við látum þetta vera að loka orðin á Austurvelli. Takk fyrir það, Magnús Geir Eyjólfsson fyrir utan Alþingi í góða veðrinu en við ætlum að halda okkur við pólitíkina því peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvað í morgun að lækka stýrivexti 0,25% stig og þeir eru nú 7,5%. Í rökstuðningi nefndarinnar segir að merki séu hægari umsvif á húsnæðis- og vinnumarkaði en nýjar tölur kostaveltu og miklar launahækkanir undanfarin misseri sýni að enn töluverður þróttur í hagkerfinu. Þetta 5. stýrivaxtalækkun bankans í röð en hæst fóru vextirnir í 9,25%. Vonir stóðu til að lækkunarferlið héldi áfram út þetta ár og fram á það næsta en vísbendingar eru að það sé komið á ís. Í bili að minnstakosti. Seðlabankinn spáir að verðbólga hjaðni hægar en gert var ráð fyrir og verði í kringum 4% út þetta ár. Seðlabankinn hefur sagt hann vilji halda vaxtastiginu 3,5 til 4% fyrir ofan verðbólgu sem gangi spáin eftir
þýðir óbreytta vexti út árið. Verðbólga lækkar ekki ef við náum henni ekki niður. Og þá erfitt að sjá fyrir okkur að við getum hann að lækka vexti mikið meira, ekki nema eitthvað breytist, ekki nema við sjáum þá skýrmerkjum samdrátt í efnahagslífinu sem við sjáum ekki. Og mér finnst alveg ótrúlegt hvað íslenska hagkerfið er sterkt, hvað kerfið hefur þolað háa vexti án þess að gefa eftir. Eldhætta hefur skapast víða land síðustu vikur en gróður er skraufþurrð því ekki hefur rignt í langan tíma. Lítið þarf til eldukveikni og slökkvilið í flestum landshlutum hafa verið kölluð út vegna gróðurelda. Frá áramótum erum við búin að fara í 35 vettvangaðar sem hafa verið gróðureldar. Það er krökkt af fólki í sumarhúsabyggðum hér á Suðurlandi líkt og víða annar staðar á landinu enda algjörlega dásamlegt veður. Það vottar fyrir grilllykt í lofti og ef lagt er vel við hlustir má heyra fólk vinna í bústöðunum. Þetta tvennt getur skapað hættu. Því neisti úr slíperokk eða grilli getur kveikt í þegar gróður er orðin þetta þurr. Slökkvilið í flestum landshlutum hafa slökkt gróðurelda undanfarið. Þó það sé alveg heimilt að kveikja lítinn varðeld og svoleiðis úr hreinu timbri í svona fjölskyldu stemmingu. Þá getum við ekki gert það til dæmis ef við horfum á þetta svæði hér, þar sem er sýna eða hætta á útbreiðslu elds. Og það er kannski ekki síst þetta sem við erum að tala um. Hér er skraufþurr sýna og ef fólkinu hér á tjaldstæðinu til dæmis dettur í huga að kveikja varðeld eða fyrir að nota einnota grill, þá er hættan skammt undan. Nei, það þarf ekki mikið til og fólk telur sig kannski vera að fara varlega. Það geta bara fokið glæður eða undirlagið ekki nógu gott og annað slíkt. Og svo að fólk kannski til með að átta sig alveg á hvernig á að bregðast við þessu ef þetta gerist. Mýraeldarnir miklu fyrir tæpum 20 árum eru dæmi hvað getur gerst þegar ekki er varlega farið og allt fer úr böndunum. Við vorum þar í nokkra sólarhringa að berjast við það og það var náttúrulega algjörlega fordæmalausir brunnar. Það var bara svæði sem jafngildir á öllu höfuðborgarsvæðinu sem brann. Þarna var eldveggur allt að 4 metra hár. Og hann var 6 metra breiður eld í aðarinn, alveg það sem var mest. Síðan þá hefur gróður aukist mikið og eldhættan því jafnvel enn meiri. Á móti kemur þó að slökkvibúnaður er orðinn mun betri. En það er væta í kortunum næstu daga og ástandið ætti þá að lagast. Slökkvilismenn eru þó á varðbergi. Það geta alltaf verið slys og óhöpp hjá fólki að það kvikni í. Og við förum auðvitað bara með bros og vör í svoleiðis útköll að hjálpa fólki. En það er öllu erfiðara að fara í útköll þar sem að fólk er að sýna sér algjört aðgæsluleysi og rauninni innan gæsalappa nánast viljandi að valda stórum gróðureldum. Katrín Agla Tómasdóttir, við sáum þessar myndir en hvað segir þú framhaldið? Nú verður breyting á, ekki satt? Nú verður breyting á veðri hjá okkur. Það nálgast landið úr suðvestri og þykknar upp vestanlands núna í kvöld og svo eftir hádegi má gera ráð fyrir að verði fara að rigna vestan til á landinu. Verður áfram hlýtt og bjart á norðaustanverðu á morgun en á föstudagum helgina verður væta víðast hvar allt land. Þannig að það er rigning í kortunum fyrir alla næstu daga? Já, það er rigning í kortunum fyrir alla landshluta næstu daga. Þannig að það verður gott fyrir gróðurinn. Gott fyrir gróðurinn, algjörlega. Þú ferð yfir þetta allt betur að loknum íþróttum. Takk fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir. Við snúum okkur öðru. Eikarbáturinn Jón forseti var sjósettur í vikunni eftir miklar lagfæringar en hann var við það að grotna niður. Smiðurinn sem flikkaði upp á bátinn er viss að eftir yfirhalninguna geta hann enst í mörg hundruð ár. Hann notar ýmsar óvenjulegar aðferðir þar sem chiliduft kemur meðal annars við sögu. Þegar ég stend hér að vinna þá er alltaf einhverjir að stoppa og segja áttu hérna bát? Já, og hérna, ertu bara einn í þessu? Já, bara 2 hendur og hérna, já, hérna, gangi þau vel. Eins og þessi bara alveg óyfirstíganleg verkefni en hann er að fara í sjó. Já, hann er að fara í sjó. Ágúst hefur undanfarið verið að gera upp eikarbátinn Jón forseta. Báturinn var að grotna niður þegar Ágúst sem er einn fremsti bátasmiður landsins ákvað að reyna að bjarga honum. Markmið var að gera úr honum fljótandi bátaverkstæði, gera hann upp til að fara svo hringinn landið og gera upp hina. Ég ætlaði eiginlega bara að nota bíl til þess að fara landið og gera við hina bátana. En það er flottar að koma á Jóni forseta í höfn og laga, þú veist, það er grand. En það er skrokkurinn sem fyrst og fremst hefur fengið alla mína athygli. Velbúnaður tekið bara þegar ég komin í sjó. Byrjaði hérna við skrúfuna og byrjaði að smyrja hrári línolíu
og svo var ég komin bara hálfa metri fram, þá var þetta alveg skraufþurrt. Og þá byrjaði aftur og það bara, þú veist, það var bara að horfa. Svo báturinn sagði bara, hei Ágúst, þetta æðislega, við viljum meira. Þetta eins og unga barn, þú hættir ekkert að gefa þér bara matinn og það verður ómögulegt, sko. Þetta sami bátinn. Ágúst segist vissum að eftir þetta þurfi hann minna viðhald en aðrar gerðir af bátum. Ég get ímyndað mér hann endist svona fleiri 100 ár. Ég bara næ ekki að sjá það gerast og sanna málið. Hann með ýmis ráð upp í erminni, til dæmis hvernig best að forðast að hrúðurkallar setjist á kjölinn. Ég blanda chili dufti í botnmælinguna. Það var hamagangur á höfninni þegar fréttastofu bar að garði og Ágúst var að klára síðustu handtökin áður en báturinn yrði hífður upp og sjósettur. Hversu oft maður búinn að hlaupa hér upp og niður? Þessi nógu þung. Þetta alveg hámars lyfti geta fyrir kranan og þess vegna ég að taka einn verkari mínu upp úr. Djöfull stór núna. Það eins og með loftbelginn sem maður þarf að kasta frá til þess að komast upp í loftið. Ágúst hefur ekki miklar áhyggjur af því ef báturinn skyldi leka. Ég með fullt af 10 lítra fötum. Í sjóinn fór hann. Jón forseti virðist vera fær í flestan sjó á ný. En Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að fara að tala stýrivexti og vöruverð. Seðlabanki lækkaði vexti í morgun inn ferðina en varaði við að þetta gæti orðið síðasta skipti í bili nema verðbólga fari hraða niður en gert ráð fyrir, en á sama tíma þá eru bara að verða verðhækkanir en ekki lækkanir sem við myndum vilja sjá. Við ætlum að ræða stöðuna við þau Höllu Gunnarsdóttur, formann VR og Þorstein Víglundsson sem forstjóri Hornsteins en líka fyrirverandi ráðherra En svo í lok þáttar þá sjáum við dag í lífi ungs manns með Tourette-sjúkdóminn. Takk fyrir það Bergsteinn, missum ekki að Kastljósi. En nú ætlum við að sjá hvað er hæst í íþróttum kvöldsins. Úrslitin ráðast á Íslandsmóti karla í körfubolta í kvöld. Tindastóll og Stjarnan mætast í hreinum úrslitaleik á Sauðárkróki. Þetta 4. árið í röð sem úrslitaleikur, 9. sinn á öldinni og 16. sinn frá því úrslitakeppnin var tekin upp árið 1984. Sveindís Jane Jónsdóttir, landsliðskona í fótbolta, hefur gert 2 ára samning við bandaríska liðið Angel City. Hún hefur undanfarin 4 ár leikið með Wolfsburg í Þýskalandi. Og úrslitin ráðast í Evrópudeildinni í fótbolta í kvöld. Tottenham og Manchester United mætast þar og geta nælt í titil og meistaradeildarsæti eftir erfiðan vetur heima fyrir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Forsætisráðherra Ísraels segist tilbúin í vopnahlé á Gaza ef gíslar verði frelsaðir. Ísraelsher drap yfir 80 manns í dag, þar af vikugamalt barn. Engin hjálpargögn hafa borist nauðstöddum. Rannsóknarnefnd samgönguslysa kallar eftir úttekt innviðaráðuneytis á hvernig mannvirkjum komið fyrir nálægt innsiglingum. Ekki var rétt gengið frá akkerisbúnaði togarans Hugins Vaffe sem stórskemmdi vatnsvögt til Eyja. Búvörulögin umdeildu standa að mati Hæstaréttar sem sneri við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í dag. Frumvarp að afnema lögin stendur óhaggað, segir atvinnuvegaráðherra. Slökkvilið í flestum landshlutum hafa verið kölluð út vegna gróðurelda undanfarnar vikur. Gróður alls staðar skraufþurr enda hefur ekki komið dropi úr lofti í langan tíma. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is en næstu fréttatímar þeir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. Drengir á jaðrinum. Norsk heimildamynd úrræði fyrir drengi sem eiga af ýmsum ástæðum erfitt með að standast þær kröfur sem skólakerfið gerir til þeirra. Ljósið, The Light in the Hall. Blaðakonan Kat Donato snýr aftur á heimaslóðir sínar í Wales til að komast að því hvað varð vinkonu hennar sem hvarf fyrir 18 árum. Danstónlist sigrar heiminn. Heimildaþáttaröð frá BBC danstónlist. Þróun hennar síðustu áratugi, næturklúbana sem umbyltu skemmtanamenningunni og plötusnúðana sem voru í fararbroddi. I er ikke børn mere, og I må opføre jer efter ansvarsfullt. Leynibruggið, ævintýralegir danskir þættir fyrir alla fjölskylduna nokkra vini sem eru saman í fríi. Ein stúlkan sökuð að hafa skemmt verðmætt listaverk og biður vinina að hjálpa sér að sanna sakleysi sitt.
Har I aldrig hørt om de underjordiske? Nej. Seje, troldeagtige